Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 27. september 2025 og Bitcoin í 109.431 $. Og hjá mér sestur Bergþór Másson, athafnamaður. Vertu blessaður, Bergþór. Takk fyrir það, takk fyrir boðið. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir boðið, mikill heiður. Ég hef sjálfur verið viðskipt að vera Myntkaupa lengi og fylgst með því sem þið eru að gera og hef sótt svona mikinn innblástur og stykki í það, þannig að mikill heiður. Gaman að heyra. Sko, ég get sagt þér það að þessi áhrif sem nú held ég að svona heila meira og minna öll þjóðin eða allavega stór hluti þjóðurinnar sé meðvituð að þú opinberar það að hafa selt fasteignaðina og keypt Bitcoin og ég man þetta vakti alveg þó nokkra athygli, sko ég held ég var rétt með að þú settir þetta á X og sagðir eitthvað Bitcoin í leiðin, það bara þannig eða eitthvað álíka. Svo líði eitthvað kannski, langar að segja 2 vikur eða eitthvað svoleiðis, að þá kemur þessi umfjöllun í Ísland í dag. Og ég man bara eftir þessu að ég eitthvað sá þetta en ég var eitthvað upptekinn, hafði ekki alveg tíma til að skoða þetta. Svo mæti ég bara á skrifstofuna daginn eftir og við sjáum allt inn að þegar það hefði verið eðlilegt á þeim tíma dags að kannski vera að koma með 10 nýskráningar, við erum kannski að fá 15 á daga meðaltali. Þá var talan komin upp í 40 og eitthvað og þá veit maður og það eitthvað og ég spurði voru að henda ykkur marketingi í ganga eða eitthvað og þegar nei, þetta er þessi þáttur með Bergþóri Másinni og magnaði við þetta að svo var það ekki að hætta sko, það kom bara 7 dagar í röð það þessu spæki og símtölum og tölvupóstum fjölgaði talsvert þar sem fólk var að óska eftir því að voru bara skráð sér viðskipti og óska eftir því að fá að koma á fund og að kynnast í hvað þetta væri og þá kom það alveg glettilóft á daginn, eiginlega lílóft á daginn að rótin var þessi þáttur og á þeim tímapunkti þá var ég ekki búin að hlusta á hana þátt og ég var bara nokkuð, hvað var maðurinn eiginlega að segja í þessum þætti og ég seti þetta í gang og ég var fyrst svona eitthvað liðið dálítið hissa að þetta hefði svona mikið aðdráttarafl því að ég bjóst við að þú væri þá að tala svona eins og ég hef kannski verið að gera og ég hef verið að svona venjast í að gera svona tala fundamentally Bitcoin og svona en þú fórst raunverulega mjög lítið á það og þetta búið að vekja mig, Bergþór, til gríðarlega umhugsunar eitthvað svo margt bara raunverulega hvað hefur aðdráttarafl og hvað það sem vekur áhuga fólks og ég byrjaði svo að finna áhrifin á sjálfum mér að þú eitthvað veginn, það var bara þessi, eins og talaðum, þessi orka og svo þú bara talaðum þetta, þú trúðir á Guð og þú sagðir góða orku í Bitcoin og í fólkinu í kringu Bitcoin og þetta hefur haft svona gríðarleg áhrif og gríðarlegt aðdráttarafl og mér langar bara aðeins að spyrja því nú höfum við lengri tíma heldur en Ísland í dag að ég mjög forritinn að þú fórst aðeins í þetta, þú færði eitthvað vitrun 2023 að þín vegferð eigi að meðal annars að felast því að eignast peninga og gætirðu aðeins leitt okkur í gegnum bara þegar þetta gerist, hvernig vegferðin hvernig hún endar svo á Bitcoin og hvað færði til að taka þessa hugrökku og svona óhefbundnu ákvörðun að selja fasteignaðina? Sko, við getum byrjaði því rauninni bara þar að ég elst upp bara í Vesturbænum og foreldrar mínir eru prófessorar og í háskólanum og svona mikil akademía og ekki mikil business skilur og ekki mikið talað peninga eða virði eða neitt svona skulum bara segja neitt sem að myndi flokkast sem eitthvað svona hægri sinnaðar hugmyndir sko. Þetta var rosalega vinstri sinnaðar allt umhverfið og allt í Vesturbænum, í skólanum og síðan bara alveg fram í einhvern veginn menntaskóla. Það svona mjög svona vinstri sinnaðar hugmyndafræði sem einhvern veginn stýrir svo alltaf sem að endar á því að ég verð svona vinstri sinnaður og það bara allar upplýsingarna sem ég að innbyrða og ég bara svona hæsta virtueið það einhvern veginn að vera vinstri sinnaður því að allir listamennirnir eru það og allir akademikarnir eru það og allt svona fólki sem ég leit upp til, bara Halldór Laxness og Þórbergur Þórðarsson og
öll svona intelligensja út allan heim svo sjúklega vinstri sinnuð sko. Og þannig að ég bara all in í því og öll mín svona vitsmunarlega þróun einhvern veginn inn í því mengi, bara eitthvað svona Chomsky og alltaf verið svona einhvern veginn svona varpa ljósi á það hvað heimurinn eitthvað ósanngjarn og hvað þetta allt saman, þú veist, hvað þetta einhvern veginn alltaf verið að kúa litla mannin í öllu, svona rosa marxíst og ég bara, að gerist eitthvað svona 2021 hjá mér, það sem við förum í svona peak woke stemmingu út allt og svona það sem að þetta bara svona allt verður svo rosalega pólitískt, þá allt í einu staldra ég við og segi svona hold up, hvað þetta allt svona bara wow, þú veist, af því að það einhvern veginn sannleikurinn elskar að láta efast sig sko. Sannleikurinn, það í eðli sannleikans og þetta allt í einu bara svona fullt af hlutin sem að ef þú efast þá ertu vondikallinn sko. Þá ertu bara krossfestur sko, ef þú efast eitthvað og ég var bara eitthvað svona út að labba með eitthvað svona tilfinningu bara eitthvað, það eitthvað ekki rétt hérna í þessu öllu saman, þessu hugmyndakerfi og í öllu þessu. Þá fer maður á stað í það sko, að kynnast hugmyndum út fyrir það sem að svona það sem að establishmentið og akademían og svona intelligensían leggur fyrir mann sko, og þá bara fer maður að átta sig á alls konar hlutum sko, að það er einhvers konar útgáfa, vinstri útgáfa öllu, hægri útgáfa öllu, miðju útgáfa af öllu og hvar sannleikurinn liggur svolítið bara undir hverjum og einum komið, hvað hlið þú einhvern veginn hallast á sko. Og ég fer bara á stað einhvern veginn í að það rannsaka alla þessa hluti og endurhugsa bara allt lífið mitt sko. Ég fer sko í 6 mánuði til Asíu byrjun árs 2003 og það sem ég ekki á neinum samfélagsmiðlum og bara alveg fullkomlega detoxaður frá öllu samfélagi og bara fæ bara eitthvað svona lest, ég bara lesa endalaust, hugsa endalaust og mikið að einhver svona hægri stöfi aðalega sko, þú veist, ég að lesa Sovereign Individual, ég að lesa James Burnham, ég að lesa The True Believer eftir Eric Hoffer, ég að lesa alls konar svona bækur sem bara sprengi mér heilan sko, að það brjóta alla heimsmyndina hvernig ég hélt að hlutinni virku og þetta væri alltaf eitthvað marxíst, þetta væri alltaf fórnarlamb og gerandi og auðvald á móti lægri stéttum og bara þessar hugmyndir bara þessi konsept bara einhvern veginn leka af mér sko og ég þarna í 6 mánuði þarna í Asíu og hef bara endalaust tíma til að vera að pæla í þessu, ekkert hversdagsdót og að hugleiða mikið og að lyfta mikið og bara í rosalegu standi og bara hef endalaust tíma til að vera að pæla í þessu og ég bara fer að efast allt og endurhugsa allt og sjá þetta allt saman upp á nýtt og það gerir svona hugmyndafræðilega einhvern veginn inn í því og á þessum tíma sko hélt ég að ég vildi bara vera listamaður, ég var eitthvað svona rosalega búin að conceptualisa lífið mitt þannig að ég ætti einhvern veginn að gera það og fæ síðan þarna jólin 2003 eða svona aðeins fyrir það, þá er ég bara eitthvað svona ég bara elska business svo mikið sko, ég bara ég veit mér ekkert meiri hamingju en að loka einhverjum díl sem er win-win fyrir alla sko, bara að þú vinnur að ég vinn og almenningur vinnur bara, þú veist, þarna býrðu til virði og þetta er bara svona það fallegasta og göfugasta í heiminum að einsetja sér þetta á sem hæstum skala og þá fattaði ég bara, ok, já, til þess að gera það þá þarf maður að skila pening og þá þarf maður að vera ríkur af því að þú veist, þú býrð til virði, því meiri virði sem þú ert með, því meira getur búið til sko. Og þá eru við komnir að þessu sem að ég sagði þarna í þættinum að þarna fæ ég bara eitthvað, fuck, ok, ég þarf að vera ríkur, ég þarf að fá þessa peninga og þá fer ég af stað bara að því að ég hafði verið í business áður, ég hafði verið þú veist, mikið í músíkbransanum og verið í alls konar svona hinn og þessu en aldrei einhvern veginn staldra við og fengið eitthvað svona fjármála menntun sko. Og þarna fattaði ég bara eitthvað, ég veit ekki neitt sko. Ég bara fatta ekki hvernig peningur virkar, ég skil ekki hvernig peningakerfi virkar, ég skil ekki hvernig bankar virkar, ég veit ekkert seðlabanka, ég veit ekki svona hvað það er og fer af stað í bara, að því að ég vissi ekki neitt
þetta, ég hafði ekkert öryggi í þessu en ég hafði hins vegar mikið öryggi í því að leita mér þekkingar og þú veist, ég hef alltaf trú á því bara ég vil vita eitthvað, þá kann ég að finna leiðirnar að því, þá hef ég öryggið til þess að leyfa mig það að fatta þetta og fer bara á stað og verð bara svolítið svona það er mjög innblásinn, þetta er svo gaman þegar þú byrjar að fatta þetta meira og meira og meira og meira sko, og bara allt í einu bara svona þú fer dýpra og dýpra inn í þetta og ég vissi alveg eitthvað af Bitcoin þarna en þú veist, var bara mjög casual með það, bara þetta er eitthvað dæmi og geti eitthvað að virka en ég pældi ekkert mikið í því sko, en síðan inn í þessu sko þá fer ég bara að sjá þetta að Bitcoin er á svona hæstu tíðninni í þessu öllu saman sko, af því að það tekur einhvern veginn svona heildar pakka og svona heildar sannleika sko og það því að þá ert einhvern veginn að taka þátt í einhverju sem er actually gott bara bókstaflega fyrir alla sko. Og það helsta sem að klikka hjá mér á þessari vegferð þegar ég var svona að fatta Bitcoin og fatta peninga enn betur var að því að ég trúi svo djúplega að þú veitir þjónustu og alheimurinn eða Guð eða hvað sem þú trúir á borgaði tilbaka fyrir hvað sem mikla þjónustu þú færð fyrir hvað sem mikla þjónustu þú ert að veita þú færð alltaf það sama inn í þitt líf það sem þú gefur út sko. Og ég var alltaf svona, þess vegna var ég svona tvístígandi, ok, en hvernig getur maður þá orðið ríkur bara á Bitcoin? Eða þú veist, hvernig get ég keypt Bitcoin fyrir bara eitthvað, segjum 10 milljónir núna og síðan eftir 5 ár er það orðið 100 milljónir. Hvernig á ég það þá skilið? Hvað þjónustu er ég að búa til? Þetta var svona dilemma fyrir mér. Bara, ég var svona, ég náði ekki alveg að réttla, eða svona að gera það. Þangað til ég fattaði að Bitcoin er ein rosalegasta uppfinning mannkyns-sögunar sem að kemur til með að sko lyfta alheimurum bara upp úr fátækt og kemur til með að bara gera líf fólks það gott að bara það að þú setur athyglinna þína á það, þú talar það, að þú leggur peningið þína veði, þá ert að gefa alheimurum þjónustuna og þá klikkar allt sko. Þá bara ok, þetta er dæmið sko. Þetta er mögnu frásum, Berþór, og ég tengi við mjög margt að þessu og sérstaklega þetta sem þú varst núna að ljúka við að segja af því að ég mitt skil þá hugsun mjög vel að fólk talar eitthvað bara, herðu, þú veist, ég trú ekki á neitt sem er bara eitthvað easy, quick money og eitthvað svona fyrir að fyrsta bara, þú veist, það sem segir bara hérna, það er eiginlega ekkert easy og quick við Bitcoin, sko, og líka sem þú talar sko, nefndir svo oft þetta hugtak sko sannleikurinn og ég var svona þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta hlaðvarp, þá var ég svolítið bara að undirbúa mig með því að hugsa bara aðeins og hlustaði þetta líka á mjög skemmtilegt hlaðvarp við þig hjá Sölva Tryggvasyni núna sem mér langar að segja að það er eitthvað minna en ár síðan að koma út og þá þess svona rímar þetta nokkuð vel við það sem ég var búin að þetta er fyrst getur sem ég hitti þig en ég bara fann í þessu hlaðvarpi þessu spjalli ykkar og ákvað þessi maður hefur þroskandi og fallega sýn á heiminn og eitt sem ég tók sérstaklega eftir er að þú laðast að ykkur sem er fallegt og þú laðast að sannleikanum og með Bitcoin þá byrjaði svona að hugsa og ekki það þetta er viðfarsinu sem ég hef átt að má fyrir löngu en kannski aldrei almennilega virkaða svona rosalega sterkt á mér að bara hvað er Bitcoin alveg í grunninn það er náttúrulega bara gagnagrunnur sko og dreifstýrður gagnagrunnur sem enginn stjórnar og eina sem þú gerir á þessum gagnagrunni er að þú ert að senda þessar einingar sem er Bitcoin og þú getur brotið niður eitt Bitcoin í 100 miljón einingar 0,00801 Bitcoin og senda á milli adressa og ég skil vel að fólk hugsa bara ok, þú veist, what is the big deal sko, með þetta allt og að vísu reyndar var þetta byltingakend uppfinning tæknilega að þetta er fyrsta skipti í sögunni sem það sem bálkakennan leysir að Bitcoin er kynnt til söguna 2008 er fyrst skipti sem getur sendt fyrirbæri X frá A til B og þú sem viðtakandinn veist og getur treyst í þarft ekki einu svona treyst að mér þarft ekki einu að vita hver ég er þú veist fyrir víst að þú er komið full umráðrétt yfir þessu X-i sem er þá Bitcoin og vitandi það að ég gat ekki hafa sendt þetta á neinn annan og menn heldur lengi vel að menn hefur verið að fikta við þessar hugmyndir frá 9. áratugnum sko að búið til internet pening
það sá allir svona mikla kosti við það en að stranda alltaf á bara við munum aldrei geta gert þetta mun alltaf þurfa að vera centralized, þetta mun alltaf þurfa að vera miðstýrt af því að allt sem við gerum á internetinu byggist á þessari copy-tækni þannig að hvernig getum við búið til eitthvað digital scarcity sem hægt að transfera á milli, þetta verður bara ekki hægt þannig að það var svona fyrsta byltingin við þetta og svo þetta að það þetta grundvallaratriði að það bara til 21 miljón af þessari einingu og það bara sannleikur sem kemst inn í hennar gagnagrunn og það eru mænirinn sem tryggja það og gaman að segja frá því að sko eins og ég skil það og ég búin að svona kynna mér það margar heimildur það þó svo ég sé kannski ekki mest tækniklegsti maðurinn að þá það alltaf fullnægjandi fyrir mína dómgreind að geta sagt að ég viti að fyrir víst að þessir mænir eða tölvukerfi orðið svo dreifstýrt og svo öflugt sem að verja Bitcoin að jafnvel þótt CIA myndi saminast með NASA og Rússum og Kínverjum og Google til að reyna að krassa þetta þeir geta það ekki af því að þetta svo öflugt tölvukraftur og þá kemur svo fallegt með leikjafræðina sko, með Bitcoin sem ég finnst það svo ótrúlega beautiful með þetta að sko nú þú svona ég tengi mjög mikið við þínar forsendur af hverju þú ert að fara í þetta og þetta svona fallegar forsendur, þetta göfugar forsendur, þetta djúpt hugsaðar forsendur en það ekki hægt að ætlast til þess að allir fari í þetta á svona á þessum grundvelli og það myndir auðvitað fá mig til að efast velgengnina í framtíðinni hjá þessu fyrirbæri ef allir þyrfti að vera eitthvað svona nóbúl í þessu og þar kemur beauty í þetta þú getur verið bara eitthvað maður sem langar ekkert raunverulega að bæta heiminn eða gera heiminn betra, þeir langar bara að hagnast fyrir þinn eigin persónulega ávinning og Bitcoin segir bara vertu velkomin sko, komdu fagnandi þú ert þáttur í því að styrkja kerfið maðurinn sem setur 20.000 krónur á mánuði og kannski ekki sannfærður meir en það að bara þetta eitthvað svona sniðut sparnaðanett sko, ég búin að átta mig á því að þetta búið að vera það lengi til og þetta svona ágætlega sound fundamental concept og ég skil samlíkinguna við stafrænt gull, hann líka styrkja þetta kerfi og allt þar á milli og raunverulega má jafnvel færa rökur í því að þeir sem að tala gegn þessu sé að einhverju leyti líka að styrkja það með því að vera að setja svona stöðu athygli og fólk þá alltaf að bíða þetta lítið þá að fara að deyja núna, búin að bíða og svo þegar tíminn líður og þetta heldur áfram að vaksa og þú fer þá að sjá og spyrja þig, eru allir þessi sérfræðingar þeir endilega do they all have it all figured out sko þannig að þar sko punkturinn með allir þessum útúrdúr sem ég fór í að það er þessi sannleikur í Bitcoin sem hann ótrúlega sterkur og ég hugsaði með mér sko já, en mér langar samt að spyrja þegar ég skil á hvað stað þú ert komin á þarna en svo það bara oft að ég fann þegar ég var búin að vera svona nokkuð lengi í þessari kaninhólu að þá fann ég samt þess vegna myndi ég almennt ekki og þess vegna almennt ráðleggi fólki ekki að fara svona all-in eins og þú gerir svona snemma að því ég segir sko jafnvel þótt þú sér komið þekkinguna og þú skiljir þetta að þá svo hætt við að taugakerfið þitt samt sé ekki búið að synka við þessa þekkingu og þegar þú ert komið svona þungurinn of snemma sko að þá myndum bara finnast það óþægilegt og ég lenti í því sjálfur 2020 þegar ég var búin að lesa talsvert þetta og ég var fyrst eitthvað með eitthvað plani að ætla að setja svona mikið á mánuði og svo bara það allt og lítið, svona meira og svo bara endur var ég kom bara ég þarf bara að setja allt sem ég mögulega á og helst meira og svo bara ég komið það nú bara að bíða en þá byrjaði svona allt í ég hafði aldrei verið í einum fjárfestingum skiluru og mér allt í þú veist og verandi fjölskyldu maður og annað skilur þetta var svona úferð ég svolítið of mikið í þessu núna finnst mér þetta erfitt, þá seldi ég einhvern hluta svo sá ég eftir því en svo eftir því sem ég bara var lengur að lifa og hrærast í þessu þannig að núna síðustu ár ég þekki bara ekkert annað en að vera með aðleguna í kryptó. Var þetta ekkert challenge fyrir þig á sínum tíma?
Nei, því að sko, ég vil þessa streitu og taugakerfið, sko. Ég vil þroska, ég fíla að hafa lífið að setja bara svona súper mikla pressu á mig og, þú veist, mæta á eiguna og brenna bátana, sko. Þú þarft að taka yfir, sko. Það er engin leið aftur, sko. Ég fíla það, sko. Ég tek eiginlega að mér öll verkefni þannig að setja eitthvað svona sturlu markmið og sérstaklega eins með það, þú veist, það er mjög áhvert að alheimurinn, að því að ég trúi bara eitthvað, þú veist, að maður gerir eitthvað og þú veist, ég leitir áfram að Guði og hann lætur mig gera svona hluti og það er mjög dularfullt og mjög áhugavert að hann skuli einmitt láta mig gera þetta allt opinberlega, skilur, setja þetta target á mig, að ef þetta feilar, þá, skilur, ég bara eitthvað, þá myndi einhverju geta túlkað þannig að ég myndi vera eitthvað allægi. Og við erum bara algjörlega á sama báti með það, sko. Og ég er svolítið samlað, mér finnst það ótrúlega fallegt. Já. Það er svolítið klikkað að segja það, en það er ótrúlega fallegt. Af því það er einhver svona, ég veit ekki hvort orðið er huggun eða fegur í því að bara svona, þú veist, ok, ég er allavega að lifa algjörlega eftir minni sannfæringu og ég trúi því að það sem ég er að gera það sé gott, þetta sé einmitt eitthvað sem er fallegt, eins og þú segir þetta lyfti heiminum upp úr fátækt og þá kemur þetta aldrei áhverð, þú veist, að því maður fer að tala um þetta og ég skil einmitt að, þú veist, að fólk er, ok, hvað er þetta að tala um, hvernig á þetta nákvæmlega að lyfta heiminum upp úr fátækt og fer ég að vilja að tala um býtu og er það ekki að fara að vinna gegn því markmið raunverulega sé svo takmarka til og nú er bara einhverju BlackRock og Michael Saylor og einhverju auðkýfingar að hérna skópla þessu upp og hvað ef þetta fer svo bara í einhverja $1 million, $10 million, þú veist, hérna munum þeir þá ekki bara vera þeir langríkustu og svarið mitt er eitthvað þessu leið, jú, engin spurning, þeir, sko, maður er svolítið delusional ef þetta er að fara bara að fletja algjörlega heiminn og það verða allir algjörlega efnaðslega jafnir, en munurinn er sá og það er fegurinn sem ég sé við Bitcoin er að núna virkar peningakerfið þannig að ef ég á miklar eignir og harðar eignir, fasteignir, hlutabrif, Bitcoin og svo búum við peningakerfið sem peningurinn er grautlinur af því að alltaf vera að prenta hann allt og hratt og í svona venjulega árferði er svona að vera að auka peningamagni umferðum 8-10% ári og svo skettur á eitthvað krísi eins og COVID og þá allt innur ríkur upp í 27% eða 29% og allar þessar eignir hækka og eina sem ég þarf að gera til að halda áfram að vera ríkari er að ég þarf bara að taka lán út af þessar hörðu eignir kaupa fleiri harðar eignir og svo einmitt þannig að ójöfnuðurinn sem leiðir af þessu fiatkerfi, hann bara eitthvað þróast í veldisvexti og svo er alls konar skam í gangi. Ég segi, þú veist, eitt mesta skamið myndi ég segja og ég er alls ekkert sannfærum að það sé með ráðum gert, að það sé eitthvað ásendingur með því. Ég reyndar ef ég ætti að giska um til að vera ekki, ég held að menn séu mögulega í góðri trú með að þetta sé sannarlega sniðut, að það er að við mælum alltaf verðbólgu saman neysluvísitölu. Og þó svo að það sé búið að vera smá verðbólguspæk í gangi núna, sérstaklega á Íslandi en líka víðar í heiminum, að þá yfirleitt þráttur í mikla peningabrendun, þá hefur hún verið að mælast mjög lág, af því að sannarlega er kaupmátturinn búin að viðhalda sér nokkuð vel og hreinlega aukast gagvart einhverju körfu, einhverju consumer price index körfu sem bara hérna, þú veist, ég meina kaupmáttur minn gagvart YouTube áskriftinu minni eða súkkulaðistykkinu í Hagkaup og þetta er sannarlega aukast og þá eru þeir sem er alltaf að tala fyrir því að kerfið sé svo gott að alltaf lífsgæði er alltaf að aukast, kaupmáttur er alltaf að aukast. Svo skoðan bara ok, hvað er samt, hverjar eru svona langdýrustu eigninar og lang eftirsóknarverðustu eignar sem eiginlega allir einstaklingar eiga samheld að vilja eignast, hvernig er kaupmátturinn minn að standa sér gagvart þeim? Og þá bara svona, já, það eru hræðilega skilur og þá er sérstaklega að tala um fasteignir. Og þá bara svona, ok, býtu nú við, hvernig, það er eitthvað bogið við þetta, ef kaupmáttur alltaf vera að aukast og hérna, en svo ekki sem var bókið, hversu mikið eru fasteignir að hækka og svo byrjar að spegla við aukningu á peningamanni umferð og sér að þetta er nánast identika línulegu vöxtur. Já. Og maður bara svona, ok, en launin eru kannski að hækka þú veist, ég veit ekki, 3%, 4% ári, hver talan er, alltaf talsveit minna og þar kemur þetta, ok, ef við náum að transitiona yfir í Bitcoin standard kerfi þá vissulega
byrja leikanir ekki jafnir af því að einmitt, þú veist, bara, ég meina, þú ert búin að kynna þér þetta og þú ert að taka hugrakka ákvörðun og þá allavega mín lífskoðun svo að þá það réttlátt að þú uppskerir að því og samaskapi, jú, ég meina ég skil alveg að það stuði ykkur að einhverjir auðkífingar séu bara með betri upplýsingar og betra aðgengi upplýsingum og muni þá uppskera líka því að vera hérna kaupa mikið bitcoin, en munurinn verður samt sem áður sá að þá heldur ójöfnuður ekki áfram að spíralast með sama hættu eru núna, af því að þegar þú komið bitcoin-kerfi þá getur ekki lengur leikið þessa fléttu þar sem þú stöðugt að auka þín verðmæti með bara þessu endalausa playi að bara þú átt harðar eignir sem að appreciate í value, þú slær lánið depreciate í value þegar alltaf verið að þinna út peningana, jáfnvel þá sé ykkur vextir, þá þeir ekkert í samanburði við aukninguna, verðmætaukninguna á þínu eignarsafni og þannig verður bara ríkari á meðan hinn dæmingir í launþegi sem eru flestir verða fátækari af því að nú þetta allt í nú komið með pening sem væri þá bitcoin sem svo miklu harðari heldur en allt annað í heiminum og þá kemur þetta allt í nú þú munt áfram taka lán en ég segi sko þá er það þannig þá tekur þú lán eða bara til mér segir ég þarf bara þak yfir höfuðið mitt sko því ég þarf ekki að pæli því sem einhverju fjárfestingu og getur á leigumarkaði ég ætla að kaupa en þá tekur þú lán af þeirra ástæðu eða ef þú ætlar að fara í business og taka lán gott og vel, en þá að gjöra svo vel að koma með eitthvað konsept sem stækkar kökuna fyrir alla og þín sneið mun vissulega vera bara mjög stór og þú munt uppskera vel að því hvort sem það að opna besta bakari á horninu eða vera Elon Musk og stofna Tesla skiluru en ég segi þú veist þetta er ekki hægt að ná orðum utanum að minnstakosti eins og ég sé það hversu mikil framför þetta yrði að nú getur ekki lengur spila bara þennanleik að vera bara að taka lán í fiat og þannig að já, þetta er svona þetta myndi ég segja konseptið í þetta sem gerir Bitcoin svo fallegt fyrirbæri. Já, og mér finnst best að dæmi þetta ef að land í stríði gagnvart einhverju öðru landi þá þarf það með ekki mikið budget í það og síðan ef að þeim vantar meiri pening við þurfum að halda stríðinu gangandi þá geta þau gefið út skuldabréf og látið þegnana sína að kaupa þessi skuldabréf og þar lendi fjármagnaði áfram eða eins og þau gera núna er að þau geta bara prentað allan peningin aftur og endalaust án þess að spura neitt leifi þá geta halda stríðinu gangandi endalaust sko. Þá ertu komin í einhver svona súpu af einhverjum sturluðum ósannleika sko. En ef þú þarft að nota alvöru pening í stríðið þá þarftu augljóslega að hætta þegar peningurinn er búinn sko. Þú bara getur ekki haldið áfram en núna með þessu fiat kerfi geta haldið áfram sko. Það er nefnilega eitt saying sem segir sko hard money does not allow stupid decisions. Nákvæmlega. Þú hefur lýsið þessu og maður sér bara dæmi þetta ítrekka í sögunni en svona dæmi sem ég tek ofti bara rómverska heimsveldið. Þetta verður einhvern alltaf þetta sem verður sem heimsveldum að falli að það verður gríðalega opinber þensla gríðalegt stríðsbröld peningarnir klárast, þeir voru uppalega pjúr, það var sannleikur í, það var gull og svo stendur fram fyrir þessu ákvörðun bara hvað ég var að gera og freistnivandinn er svo mikill að bara, þú veist, það er svo erfitt að segja nei, við þurfum núna að fara að vera skynsamir þannig við þinnum bara gullið og þá kemur þetta með yfirbyrnum með Bitcoin þú getur, þú veist, af því að þetta er stafrænt og það er ofur einfalt fyrir hvert sem er að sannreina Bitcoini sem á í hluta er bara endalaust af síðum sem heldur utan Bitcoin bálkakeðuna, þú veist, hvað svona blockchain.com eða blockshare.org eða whatever, bara til fullt af þessum síðum og þá getur þú bara sannreint algjörlega hver sannleikurinn er og sko annað varandi sannleikana. Ég var svo lengi að burðast með bara svona þetta hljómar allt mjög vel en mér langaði samt aðeins ég skildi vel að þú veist fólk vil svo oft skilja bakendan í svona tækni þú veist, sem ég segi samt er ákveðin mislingur því að nú veit ég ekkert hvernig þessi tölva til dæmis er smíðuð sko í bakendanum, ég kann að nota hana og það er nóg fyrir mig, ég veit ekki hvernig HTML-serverinn virkar í e-maili skilur en ég kann að senda e-mail en
að því að maður samt svona eitthvað vill telja sig vera expert í, svo vildi ég samt skilja aðeins bara hvernig getur þú útskipt aðeins fyrir mér, spurði ég mann hvernig ég get gengið að því vísu að það komi bara sannleikur inn í kerfið og hvernig engin leið að hakka þetta, og hann tók einfalt dæmi sem mér finnst samt vera hann var allavega nóg fyrir mig til að ég bara ok, já, ég fullnæður, hann sagði ok, ímyndar þetta sem tölvunar að gera, það er að halda á réttu útgáfunni af þessari færslu skrá alveg frá upphafi, og hann sagði, þú veist, ímyndar bara hérna að það séu 10 manns sem haldi á andlitsmynd sem stendur Bergþór á, en það mynda þínu andlit og stendur Bergþór og svo kemur ykkur og ætlar að koma með hérna líin í kerfið og koma með sömu andlitsmyndina en það mun standa Kjartan á því sko og þú hugsar ok, það kemur einn gaur inn og veist, þá líklega sér kerfið bara nei, þetta er líi sko, við erum 10 enna sem sé Bergþór en þá hugsar maður í þessu dæmi ok, en ég get þá bara að smala ykkur 15 gaurum og þá er kerfið og ruglað, svo þrýmum það með þessa mænera. Þetta er sko, þessi tölvukraftur, það er ekkert tölvuker í heiminum keyrt af miklum tölvukrafti þannig að þú getur bara ekki hreinlega smalað þessu power saman til að rugla í þessu kerfi, ég mynda bara og er með 5 miljardar einstaklinga heiminum sem eru með Bergþór og þar kemur líka beautiful að ef þú býrð yfir gríðalum tölvukrafti sem þó eru ekki en að nóg til að skemma kerfið, þá er eins og hvað hann segja bara, heyrðu, viltu ekki freka bara taka þátt í því að vera með okkur hérna og standa og halda á sannleikanum og þú fær verðlaun, þú fær þessi blokkrívort. Þannig að þú veist, þetta eitthvað endar alltaf á því að hvatarnir eru svo góðir, sko. Á meðan hvatarnir einmitt í þessu Fiat-kerfi, sko. Og ég veit ekki, en ég veit ekki hvort þú hafir sko, ég veit ekki hvert þú er komin í kannhóluna en ég þykist alltaf að vita að þú ert ekki búin að kynast þessum hugmyndum að þér finnist þær mjög áhugaverðar að það er svona skóli hjá þessum bitcoinerum sem mér finnst einhver leyti vilji samt svona nálgast hann af varfærina því að það er alveg, þó að bitcoin sé snildalegt fyrirbæri, þá finnst mér stundum en ég hef alveg séð þó orðið hann alveg sjálfur að mann getur orðið það eitthvað obsessiv að fara að einfalda hlutina mjög mikið og sjá allt með einhverjum bitcoin-glerugum. En skólinn gengur basically út á það að sko það að vera með óheilbriðan pening svona skólinn gengur nokkuð út á það bara öll samfélag þurfa pening til að þroskast og til að vera einhver framþróun og til að fungera og það er ekki sama hvernig peningur það verður að vera sound money, fiat peningur er ekki sound money, bitcoin er sound money, gull var sound money en svo eftir að samfélagi var flóknara þá var það ekki lengur nógu sound money aðlúta því að það er eitt þetta skilur portability, það er að segja að þú getur senda á milli, að heimurinn var svo hraður og flókin að það feldi það og þá fór menn einhvern að reyna láta gull bakka annan pening, svo svindla menn alltaf á því og þá bara ok, förum bara full on fiat og þá er spurningin, hvaða afleiðingar hefur þetta? Er þetta bara svo afleiðing að þetta er ósanngjarnt út af því að ungt fólk kemst ekki á fasteignamarkaði hvað það er og þegar maður byrjaði og það er síða sem heldur utan mikið af spæningum sem heitir WTF Happened in 1971 hefur þú heyrt þessa síðu? Nei. Þetta er sem sagt, það heitir WTF Happened in 1971.com að það er árið þegar Nixon afnemur gullfótinn hérna hjá Bandaríkjadólarnum og svo byrjar það bara að skoða, ég teka þann fram, mér finnst menn stundum alveg þurfa að gera grein fyrir að þeir eru líka hérna bíaseraðir, en ég er samt 100% því að þetta er faktorana að alls konar hlutir, hvort sem það er sko hérna barneignatíðni eða glæpatíðni eða skilnaðatíðni alls konar svona, það byrja bara að þróast einhvern á mjög slæman hátt og svo þróun byrjar að hérna, sem sagt, hún er hraðar og hraðari og þá byrja ég bara að hugsa þetta bara hvað, einmitt, þú veist, þetta insight, hvað segir það mér, þú veist, er hægt að ætlast til þess að það hafi bara einhver einangruð áhrif ef til dæmis ungt fólk og ekki bara ungt fólk, en það er samt sérstaklega það sem dæmi en það upplýr alltaf bara, ég á ekki breyk að komast áfram fjárhagslega, hvað ég gera, ég fara í skóla þú veist, vera þar einhvern tíma hvernig eru svo launin, þú veist, skiluru eins og bara núna, þú veist, ég er hreinlega að spyrja mig bara, hvernig er tvítut fólk í dag
sem ekki með þeiminn sterkari bakhjarla eða eitthvað, ég veit ekki, brjálæðislegt talent eða eitthvað skilur, hvernig því að ganga að komast á fastinamarkað og ég hugsa, ok, Bitcoin klárlega eitthvað sem mér dettur en það ekki alltaf sé að pæli því og ég hreinlega velti fyrir mér hvort þetta sé að smitast út í fleiri svið og hugmyndafræði samfélagsins að ég fer að velta fyrir mér bara af hverju líður mér eins og allt í einu séum við lifum á tímum þar sem einhverju svona sem ég hef litið á bara sem einhverju universal basic truths í aldana rás allt í norðu einhver controversial political topics en ég veit, þú veist ég er líka lópið fyrir því að eitthvað segjum bara Kjartan, þú ert komin of langt inn í Bitcoin kennuhóluna, þú veist þetta eru miklu fleiri þættir en ef þú ert að heyra þessar pælingar í fyrsta skipti hvernig svona blasir þetta við þér? Finnst þér þetta eitthvað sem þú gætir séð tengsla á milli að peningurinn sé, skulum segja rótin eða gallar allavega og það hvernig það trykli inn í svona inn að ýmsu þætti samfélagsins? Já, tvímælalaust sko og þú veist þetta og í Bitcoin standard sem var bókin sem kom mér sem svona kjarnaði þetta fyrir mér og ég lesi hana þrisvar þar sem að bara hann tekur þessi dæmi hvenær peningur var harður í sögunni sko shit hvað við vorum uppi sko þegar bara peningurinn var harður í endurreisninni sko Mikael Angelo gat verið að gera allt þetta dót sko og ég trúi því að þú veist til þess að þú getur gert bara verið funksjónal einstaklingur þurfa einhvern veginn öll orkusviðin þín í lífinu að vera rétt tjúnuð sko. Þú getur ekki verið rosa kompetent og góður einstaklingur að vera sem bara skítfátækur. Þú bara þá getur ekki verið góður elskuði eða góður í vinnunni þín eða eitthvað svona. Þú þarf að hafa þetta allt saman rétt balansera og ég held að gildi nákvæmlega sama einstakling og samfélag sko. Og þegar að peningurinn off í samfélagi og í löndum þá hefur það bara einhvern svona mjög skrýtnar afleiður út í allt saman og eins og þú segir þarna þegar Nixon tók þetta þarna 1971 þá bara byrjaði einhvern veginn allt að fara á mjög svona skrýtna staði sko og ég aðhyllist þá kenningu sögunar sem sagt að bók sem heitir The Fourth Turning þar sem að höfundarnir splitta sögun upp í 100 ára tímabil og þá ertu með sko vor, sumar, haust og vetur og þá talar hann það, þú veist, vorið það awakening og síðan kemur sumarið og síðan kemur haustið og það unraveling og síðan kemur veturinn og það krísa. Það bara krísa. Og við erum í djúpum vetri akkurat núna. Sko. Við erum bara í sjúkum vetri. Vorið byrjaði þarna eftir seinni heimsstyrjöld, þá bara var allt búminn, síðan fórum við inn í sumarið sem var svona awakening sem var 60s og 70s hippatímabilið, síðan fórum við unraveling, haustið, 80s, 90s, það sem að svona Gen X, Fight Club, Nirvana, feelingurinn pínu dark, skilur svona menningastriðið einhvern veginn byrjar og síðan förum við inn í núverandi tímabil sem er crisis, sem bara byrjar með fjármálakreppunni 2008 og síðan kemur COVID og síðan kemur Úkraína og síðan kemur Palestína og ég að gleyma einhverju sko síðan bara einhvern veginn dynur þetta á okkur allt endalaust og núna eigum við segja sérfræðingar sem aðhyllast þessar kenningar eigum við svona 3-4-5 ára eftir af þessu. Þó ekki meira það? Nei, þú veist þetta samkvæmt þessari 100 ára filosófíu og ég sé það einfallega þannig að við sem að sjáum þetta núna með Bitcoin og með gervigreindina og erum tækni optimistar við erum bara komin lengra sko. Við erum bara 5 árum fram í tíman sko. Eftir að þessari krísu líkur og það mun alveg vera blóðugt sko. Ja, þú veist, allar krísur mannkynssögunar hafa enda á einhverju sjúkustríði sko. Bara einhverju svona bara seinni heimsstyrjöldin var það síðasta sko. Þá munum við koma út úr því í einhverja svona mestu veislu sem hefur nokkuð tíman verið sko. Það bara Bitcoin, það gervigreind, það bara frelsi mannsins, það heilbrigði og þá mun þessari sko sundrungu einhvern veginn linna ég líka að gera ráð fyrir að því að fólk mun bara eitthvað ok, það ekki verið stríði ég þarf ekki að vera mótöldu, skilur en vonandi getum við sko að ég pælt sko, mér þetta, þú vorum það rammar þetta ég hef aðeins heyrt þetta konstu vartalum en ég hef ekki fengið það svona einhvern velinn rammað, ég finna þetta resonatar svakalega við mig, ég eins og verða viðkynna, ég bind
svakalega vonum við að því ég held að sé óumdeilanlegt að það eitthvað skonar uppgjör að fara fram og klárlega ein svona mjög drastisk birtingamyndaðan uppgjör hreinlega bara styrjaldir sko. En ég vona svo innilega að það sé eitthvað hægt að fara í fullnægjandi uppgjör án þess hvað svona því ég finna að þú virðist bara vera svo næmur ef ég spyrir bara innsæðið þitt og þú veist hvað segir, þú veist, finnst þér að við getum farið? Ég meina, ég vona það. Ég vona að við séum búin að þola nóg með COVID og með þetta allt saman. En ég alveg samanlegaður að það þarf að því að núna í svona kollektífinu, skilur, síðustu forsetakosningar voru bara einhverju svona 2 stóru orkunnar að berjast. Við erum að svört kona á móti Trump, skilur, þú veist. Þetta var bara pólar andstæður, sko. Og Trump vann og núna, og það var einhvern veginn orust hann þá og núna það sem að þarf held ég að gerast upp áður en við förum inn í þetta nýja tímabil það sem að kemur aðeins meira ró yfir þetta allt saman bara Bandaríkin, Rússland, Kína, Indland sko. Hver sigrar sko munum Bandaríkin ná því sko munu þau einhvern veginn verða leiðtoginn áfram í þessu nýja tímabili mannkynsins sko þegar núna svolítið bara allt undir á það og ég bjartsýnn og ég jákvæður af því að ég held með Bandaríkjunum það einhvern veginn kúltúrin sem ég tengi mest við ég væri frekar til í að við Íslandingar myndum lúta þeirra valdi frekar en Kínverjana eða Rússana eða Indverjana sko. Þannig að ég bara að vona það innilega að þetta fari allt saman svolítið rólega síðan maður að sjá þessar hugmyndir en því við erum að tala Bitcoin og við erum að tala svona hvernig gerist að menn tala það eftir svona MAGA maximalism, bara sem að bara MAGA, bara PEP, Make America Great Again, alltaf virka. Eftir það rennur sitt skeið, af því það svo rosalega fest við einn leiðtoga sem Donald Trump, sem þessi gaur sem að hann orðinn 80 eitthvað, sko. Hann ekki detti í áttur, eitthvað svolítið, hann alltaf í kringum það. Hann ekki mikið eftir, sko. Nei. maður veit aldrei sko maður veit aldrei sko það neitar að einhvern það getur allt gerst sko. En eftir MAGA maximalism dettum við inn í Bitcoin maximalism sko þá dettum við inn í það bara Bitcoin og þá eftir að dreifast á svo sjúkanatæði fólk verður að hafa eitthvað svona stort til þess að trúa á sko og Bitcoin maximalism eiginlega óumflýjanlegt af því við sjáum það að Bandaríkin eru stærsta og mesta heimsveldi mannkynsögunar, hvað það sé ekki bara stærri en Róm var og allt þetta. Ég held að það sé farið ykkur því. Og þau fá þennan gaurinn, Elon Musk, til þess að reyna að laga þetta. Hann bara kemur all in. Og þetta Cristiano Ronaldo, sko. Þetta Messi, sko. Þetta Michael Jordan. Þegar kemur á skilvirkni þetta líklega... Hann the GOAT. Það á engin sjens í þennan gaur, sko. Hann bara upper echelon sá besti allra tíma í að gera eitthvað svona skilvirt verkfræði shit. Og hann fer hann inn fyrsta sinni á öllu sínu ferli segir bara, ég get þetta ekki. Ég get þetta ekki. Þetta ekki hægt. Þetta beyond repair. Fyrsta sinn á ævi þessa gaurs, gefst hann upp. Já, pældi því. Hann bara, þú veist, þessi gaur að smíða geimflugar, sko. Þú veist, þessi gaur að gera eitthvað svona flóknasta og sjúkasta hardware sem við getum ímynda á, sko. Og hann fer hann inn og bara all in í þetta, segir, ég get ekki laga þetta. Það svo akalegt. Ég veit það. Og það sýnir bara fyrir mér, þetta beyond repair. Og þetta verður að brenna. Og þetta verður bara einhvern veginn og vonandi verður það ekki sársökafullt fyrir venjulegt fólk. Að Bitcoin gæti svona, sko, gert þetta að allavega miklu mýkri lendingu heldur en bara eitthvað algjört krass. Og ég svo sammálaður og þess vegna sko tengi ég svo við þegar þú segir þetta sko að þú drægist að því sem fallegt og með Bitcoin með þetta og líka sko því að þessi sundrung sem þú búin að tala sko bara eitthvað orðin því miður bara áþreifanleg í samfélaginu það svo mikill sameiningarkraftur í Bitcoin og ég teka bara sem dæmi, ég á vini sem þú veist við erum kannski með ólíkar skoðanir og svo hefur það ekkert verið mikið issue en svo hefur svona fundið svona kannski undir allra síðasta hefur það svona orðið meira issue en svo komaður inn í Bitcoin og þá eitthvað veginn allir vinir skilur, þá allir vinir af því að þetta eitthvað, þetta hefur þetta power
og sko þar en svo kemur hitt sem er líka hérna kannski svona smá aukapunkturinn í þetta en líka bara eitthvað sem ég vil nefna bara ekki það að ég hafi neina einustu á að gera þér með það en það er mjög algengt að fólk falli aðeins í þann pakka, ég hef alveg gert það og svo þroskast maður er að þó svo að Bitcoin sé svona fallegt og sé með þessa fundamental kosti sem maður er mitt bara, þetta er svona hæð sem ég er til að deyja á að tala fyrir Bitcoin að þá má maður samt ekki gleyma því að Bitcoin er at the end of the day peningur og ég segi oft við sjálfar mig og aðra at the end of the day þá er samt ekki holdt að hugsa 24/7 pening eins og ég stundum finnst mér þurfa að gera vinna mér vegna og þess vegna fannst mér svo geggja sko þegar ég var að horfa á Íslandi dagar ég skynjaði bara þetta er bara maður á okkur vegferð, hann er búin að fatta þetta og beautiful við Bitcoin er þú getur klukkaði bara inn í þetta kerfi með svona einmitt, hugrakri afgerandi ákvörðun, svo getur þú bara haldið áfram á þinni vegferð það er líka sem gerir Bitcoin svo svakalega powerful, að þetta er ekki eitthvað svona já, nú þarf þú að gerast einhver Bitcoin aktivisti og vera bara, þú getur gert það, þú vilt það og bara verður velkomin, skilurðu en þú veist, framleiðið bara í óbreyttri mynd er nú þegar svo powerful og þetta er hluti af okkur leikjafræðin með Bitcoin er orðið svona eða sko er svona mögnuð annað sem ég líka stundum hugsað sem er allt svona í þessum sömu pælingum að við erum í að það er sko það sem er búið að gerast núna með hvernig mér finnst allt orðið svo gríðarlega politically charged allt í svona konsept sem bara mig hefði ekki órað fyrir örfáum árum að væri orðin pólitísk konsept þar sem jável ef þú sem ég líti á bara ég ætla ekki að þykjast vita til svörin en ég ætla alltaf að þykjast vita að þessi atrið eru bara svona staðrendalega atrið sem ekkert með pólitík að gera mér er stila svona mjög skýr birtingamynda þessu þetta núna þetta nýja dæmi þetta lyf Tylenol paracetamólið þar sem sko ég teka fram, ég hef ekki hugmyndum hvort þetta auki líkur á einhver á meðgöngu eða ekki eina sem ég veit er að það er einhverjir 92 vísindamenn sem sögðu að það var ákveðna líkur á því að svo væri hvort til er rannsaka frekar næsta sem ég veit er að Trump og Kennedy lýsa yfir að svo sé og svo er það næsta sem ég veit að þá er þetta orðið eitthvað þá er þetta komið þannig umræðina að ef þú heldur að þetta tiltekna lyf auki líkur á einhverju barna þegar móðurinn er á meðgöngu að þá ertu orðin sko eitthvað hægri maður, eitthvað sko trömpari og svo þá væntanlega gerir ráð fyrir að þú heldur að það sé ekkert og þá orðin vinstri maður eða eitthvað og ég bara svona býtu hvað sturlun er í gangi því aftur, ég hef ekki hugmynd hver sannleikur nýjus en ég þykist vita, hann hefur nákvæmlega ekkert með pólitík að gera, þetta er bara binary issue annarkvort er þetta ekki og mér finnst þetta að vera eitthvað svona trend sem við erum að sjá að það er að svona politically chargea alls konar koncept sem í mínum bókum eiga bara vera eitthvað svona intellectual sko knowledge concept sko þar sem bara eitthvað science og curiosity eiga að leiða þig áfram til að komast að eitthvað niðurstu hefur nákvæmlega bara gæti ekki haft ekki frekar en að það sé pólitískt fyrir bara hvort í örðin sé flötu eða nöttótt sko og þá fór ég svona að hugsa það er svolítið áhugavert hvað Bitcoin hefur í raun og veru sloppið við þessa umræðu þrátt fyrir að sko Trump með þessi ítrekka að segja gera Bandaríkin að Bitcoin superpower of the world, crypto capital of the world ég veit, ég er alveg með þetta það að það er klárlega munur á ef hún myndi taka úrtaka öllum Bitcoinum þá held ég að það sé alveg staðreynd að það væri eitthvað political tendency sko, sem eru örugglega meira við eitthvað svona hægri frjálshyggja eins og segir sovereign individual concept en það breytir því ekki að maður er ekki að sjá þú veist vókúltúrin eða eitthvað hefur ekki ráðist á Bitcoin og hefur pælt eitthvað í þessu og ég fór eitthvað að hugsa svona hver er að segja að það verði ekki skilur, hver er að segja að það sé ekki þess bara að þetta getur maður sé eitthvað umræðan að breytist rætt sko þú veist gæti það gerst bara eftir 6 mánuð þetta er allt í norðið bara massively politically charged concept og þú ert jáfnvel ég veit ekki, orðin fasist eða þú talar fyrir þessu, skilur það er smápartur af mér smápartur af mér, ég ætla ekki að segja stór sem svona vonar pínu að það gerist
upp á það að bara svona þá held ég einmitt það væri fara að sjá fyrir endanum á þessu af því að þau myndu held ég ekki fatta hvað fjöldin er mikill og af breiðri fylkingu og það er einmitt þessi sannleikur sem er og þetta power í Bitcoin ég held að það myndi að endanum strauja og mögulega verða svona final wake-up call en hvað finnst þér um þetta? Já, ég meina það kemur alls ekkert óvart sko, að þetta endi þannig að því að akkurat núna bara sjáðu þetta ekki og skilja þetta ekki að því að ég held að svona rosalega svona einhvern veginn versta myndin af þessu sem við tala þessum öflum skilur þau vilja einhvern veginn stjórna öllum og hafa alla í sama boxi og það er bannað að segja þetta, það er bannað að vera svona, það er bannað að gera hitt og klálega með því að Bitcoin verði stærra og meira og áhrifa meira í samfélaginu og fólk fer að fá meira frelsi og meira fegurð og meira pepp þá munu þessi niðurrifsöfl klálega koma og taka í það en það er bara spurning sko hversu lengi mun það lifa sko af því að það er svo augljóst að tæknin er ósigrandi það er svo rosalega augljóst og þetta kom til mín ég var að lesa eitthvað eitthvað svona bút úr ævisögu Friedrich Nietzsche á 19. öld þar sem hann var í Þýskalandi í Basel í einhverjum háskóla og það voru bara einhver svona cutting edge pælingar í gangi inn í þessum háskóla. Þeir voru bara að hafa eitthvað svona þýsk endurreisn í gangi og var allir að fatta allt og það var bara svona rosaleg stemming og rosalega að gerast inn í háskóla. Þau voru að færa einhverja nýja fréttir hvað er að vera maður og hvernig er að gerast og hreyfa þetta allt einhvern veginn áfram. Þá fór ég að hugsa bara, ok, wow, er þetta að gerast í háskólanum í dag? Bara nei, bara þetta dæmi er búið sko. Akademían er ekki lengur að færa okkur áfram í eitt eða neitt sko. Þau er alveg kláruð sem með þessari afstæðshyggju og með öllum þessu marxisma og þessu Foucault, Derrida, franska dóti og akkurat núna er það tæknin sem er að hreyfa okkur fullkomlega áfram. Mark Zuckerberg hefur haft meiri áhrif á heiminn síðastliðin 15 ár en nokkuð tíman Harvard eða Stanford að hjálpa honum eitthvað svona tæknir dæmi en allt þetta, allar þessar svona akademísku pælingar það þýðir svo lítið miðað við hvað þetta gerði núna er það bara tækni nú sérðu þá sem eru að raunverulega umturna heiminum það er bara þessi stóru tæknifyrirtæki sko. Það er Facebook, Amazon, Apple Palantir, Tesla þú veist, þetta eru þessi stóru leiðtogar bara Zuckerberg Elon, Peter Thiel, Mark Andreessen þú sérð þessa svona stóru þeir eru að diktata hvað er að fara að gerast í heiminum sko. Þeir stjórna, en síðan er hinn hliðin sem stjórnaði svo rosalega lengi sem er þetta sem við erum að tala þessi hinn fylking sko, sem er algjörlega að missa tökin og þá grípaði til örþir að ráða þá alveg svona skrúaði hitan upp og verða svolítið aggressívari sko, af því að ég held að þau geti ekki alveg feysa þessa staðrend að dýnamíkin er búin að skipta sko. Núna er það tæknin sko. En svo hefur maður svona sko, þú veist, ég er alveg mjög sammála þessari greiningu, eina sem ég svo velti fyrir mér er sko, þú veist mín upplifun er svolítið svo, ég er með mjög eitthvað það er mjög mikil gerjun þær skoðanir sem ég hef á social media, ég hef miklar áhyggjur af, ég finna ef ég er ómikið á social media þá það hefur ekki góð áhrif á mig sko, að samaskapi þú veist, spyrjum oft, þú veist þetta er samt sem áður óumdeilanlega mögnuð uppfinning og við erum eitthvað hvort sem okkur líkar að betra að verða þá höfum við alltaf verið að leitast eftir því að tengja okkur meira og meira saman sem heimurinn sem social media ónefnilega gerir en þetta er kannski ekki beint í þessum dúr sem við tala um Bitcoin ég er bara svolítið forðan að vita þú veist deilur þessum áhugjum með mér af social media ertu ég er að vona á deilinu en ekki með mér átum líða betur en fattar hvað er að fara þessi sundrung sem er að tala stundur hennilega bara, ég til og með núna lendi á Facebook ég er bara endalaust að lesa einhverja legar það er eitthvað síður að plattform sem ég er ekki einu svona að followa þau eru bara byrtast og segja til dæmis þessi maður sagði þetta þetta svo tjekka ég bara þú veist þá er ekki einu verið að hægra eitthvað bara það er bara Cristiano Ronaldo vakti mikil viðbröð hann sagði þetta og svo bara tjekka bara hann bara sagði ekkert þetta skilur og ég er bara svona wow hvað er og það er eitthvað mér líður stundum eins og þessi sundrunga mörguleiti sé fjúluð af þessu polarization sem við erum að sjá á samfélagsmiðlum en ég veit það ekki þess vegna er ég að segja þetta er að gerjast í hausnum á mér svolítið fórðan að vita
hvað þú hefur að segja um það. Já, ég sé þetta bara sem hvert annað tól, þetta er bara eins og hamar, sko. Þú Já. getur notað hann til að hengja upp eitthvað næs málverk heima hjá þér eða þú getur notað hann til að brjóta hauskúpu, sko. Já, Þetta er bara, þeir algjörlega eftir ásetningunum og orkustíðinu sem að við mismunandi manneskjur eru á, sko. Sumir eru að fá ógeðislega hluti inn á algoritmasinn, sko. Bara nasty dót. En ég held að sé bara því að það matchar það sem að þau eru að biðja um, sko. Ef að þú ert, þú veist, eina sem ég fæ er bara eitthvað svona success, ég fæ bara áfram, ég fæ bara pjúra jákvæðni, sko. Ég fæ ekki þessu svona, en stundum slysast yfir einhverja, vera kvart yfir einhverjum múslimum í Breitlandi eitthvað, skilur, og ég bara eitthvað, nenni ekki, vil ekki, sjá ekki, veit ekki, skilur, og þú veist, ég held þetta endurspegli bara hvað þú ert að biðja um, sko, kontentið sem þú ert að biðja um, sko, það er mjög góð punktur, að málið með þetta dæmið þetta er komið til að vera, það þarf hver og einn að taka ábyrgð á sjálfum sér að alveg eins og þú tekur ábyrgð á sjálfur hvað ert með heimaður í ískapnum, sko. Þú getur haft bara holla hluti, sko. Að þú ert með allar þessar sósur og allt þetta nammið þá er miklu líklegar að setja að fara að borða það, sko. En þú getur tjúna algoritmaðin þannig að þú færð bara það sem að næri þig og hjálpa þér á þinni vegferð. En síðan eru bara mjög margir sem er ekki á neinni vegferð og er ekki með neitt skýrt vision fyrir sjálfan sig eða hvað þeir eru að reyna að gera og þá kemur algoritminn og gjörsamlega klára þig, sko. Þá ertu allt í einum bara komin í eitthvað rugl, sko, því að þú ert bara að fá myndbönd bara einhverjum bílslýsum og slagsmálum og bara, þú veist, og bara einhverjum svona helluðum samsæriskenningum, sko. Þannig að ég held að þetta sé bara enn eitt tólið sem að krefur okkur til meiri sjálfsábyrgðar, sko. Og þeir sem að ná að fatta hvað þetta er merkileg og dásamleg uppgötun og hafa upp á einhverja þjónustu og bjóða og eru með eitthvað vision og eru með hugmyndir sem að þeir vilja færa til heimsins, þá getur við séð það að þetta er í fyrsta sinn í mannkynssögunni þar sem að þú getur náð þínum hugmyndum til fólks ókeypis. Það ert nógu góður í. Það ert með nógu góða hugmynd og ert nógu góður miðlinni. Þú getur náð þeim til allra. Þetta er í fyrsta sinn í mannkynssögunni þar sem að kosta jafn mikið 10.000 manns sjá pælinguna eina eða 10 milljónir manns, sko. Það fyrir bara eftir hversu góðu ert, sko. Hversu góða athygli þú getur og þetta er bara eitthvað svona fyrir fólk sem er í business, fyrir fólk sem er í einhverjum pælingum, fyrir listamenn og fyrir alls konar fólk. Þetta er bara það ótrúlegasta sem hefur einhvern tímann gerst. Já, þetta er svolítið magnað. Mér finnst fólk ekki vera að sjá þetta, sko. Nei, mér finnst það að vera mjög góð punktur á þér, sko. Ég róa mig líka stundu niður með að hugsa líka, sko, bara mannkynið er að mörguleiti svipa til einstaklings og ég man þegar maður fekk fyrstu PlayStation tölvuna sína þegar maður var, 8 ára eða eitthvað, maður svaf vel ekki í 2 mánuði, sko, maður bara spilaði tölvuna, sko, eða fóreldrarnir bara ákveða vegferðið barnið, sko, svo alltaf bara snappa maður út úr því, sko. Og þetta er bara lagast að, sko. Ég svona bind vonir við að það verða einhverju leiti að sama með social media, sko, við svona náum einhvern balans og einmitt nýta þá þetta tól á uppbyggjandi hátt, sko. En mér langar að tala aðeins meira Bitcoin því að ég finna svona eftir einhvern þína innkomu í þetta space og þetta innlegg að svona þú bara einhvern svona refressa, sko, þú búin að hafa þau áhrif á mig að þú ert einhvern svona búin að endurvekja upp svona svo gamlar, skemmtilegar tilfinningar þegar ég var að byrja á þessari vegferð af því nú er maður alltaf bara í að vinna við þetta maður er með þessu hlaður, maður er bara endast alltaf að skoða okkur tjört og okkur að markaði og hlusta á okkur greiningar og sem er bara gott að blessa, skiluru en ég bara svona, ég man núna af hverju ég var svona hugfangin að þessu og ég fullir fyrir mitt leiti, Bitcoin hefur gert mig að betri manni og það elur á dygðum og það gerir það á mjög challenging hátt. Ein dygðin sem það gerir er að sko, það elur á svo mikil þolimæði og það kennir manni þolimæðina the hard way og sko mín saga er svo og ástæðan í skamma sem ekkert vera meira að deila svo margir nákvæmlega hér í sögu með mér þegar að byrja í þessu er að ég byrja að kynast Bitcoin 2020 og bara hvað þetta er mikil snild og svo fer maður að kynast hinn yfir Amindonum og svo byrjar maður að kynast alls konar verkværum eins og þú getur verið að gíra þig og alls konar svona sem ég segi bara í dag, rugl, skiluru maður fattar ekki að maður er raunverulega bara komin í einhvers konar kasínó þegar maður er að gera þetta og þannig ég byrja svo allt í einu að byrja á þessu góða plani bara verið Bitcoin ekki selja það, long term hold þolinmóður, allt þetta sem var að drekka úr bókum eins og Bitcoin standard eða þetta
og svo bara kynnist maður aðeins hinn og bara já, herri, ég keypti hérna, þú veist, þessa mynd skiluru og bara, herri, hún en alveg, þú veist, bara búin að hækka 70% meðan Bitcoin búin að standa í staðina síðustu 3 vikur eða eitthvað svona dæmi og svo bara, já, herri, svo þetta að vera að gíra því hérna, þannig að, þú veist, já, herri, ef ég með 1.000.000 þá get ég bara tekið ísli 10 million krónar stöðu í Bitcoin og þá ég búlis á Bitcoin hækki og svo hækkar það hérna 10% og þá ég allt innu með 100% ávöxtun og maður fer, og þetta rosalega algengt að fólk fer inn í þessa kanál og svo byrjar að ganga eitthvað vel og svo fer þetta allt í klessu, svo kemur bara bear market og eitthvað einn allt bara fer allt eitthvað inn í vaskinn, rosalega margir vinir mínir sem deildu þessari sömu reynslu og við svo stöndum fram fyrir bara hvernig samt stendur á því að við séum búin að fara svona illa út úr markað þegar við byrjum að kaupa Bitcoin í $8.000 og núna þráttur allar þessar hörmungar sem við búin að dynja á, þá samt Bitcoin í var kannski $16,000-17,000, þetta var svona cirka botnin 2022, botnin var 15.500, þannig að Bitcoin samt 100% upp á 2 árum og við erum rekt, þetta eitthvað meikar ekki sens. Og sumir af vinnum minn voru bara, ég bara kem ekki nált þessu meira, ég bara klukka maður út úr þessu speysi og bara traumatísaður, skilur við. Á meðan aðrir voru, ég ætla bara að halda áfram í, þú veist, basically gamblinu, skilur, bara kaupa meme coins, vera að gíra mig, vera þetta, skilur, ég þarf að koma mér quick aftur á hana stað sem ég var á. Á meðan ég fór í genum svona bara ferli, bara var virkilega downhearted, sko, í svolítinn tíma, bara, þú veist, hvað í veröldinni gerðist en ég hugsaði með mér, herru, ég samt bý yfir einni þekkingu sem gríðarlega verðmætt. Þar ég veit, ég setja hennar gæsla við, veit ég ekki hvernig framtíðin en ég taldi mig vita þetta enga síðan markaður sem að fara að vaksa gríðarlega á næsta árum. Ég veit það, ég bý ekki við sömu pening og ég var með hennar í hérna klæmaksinu, þannig að staðan pínu trikki, hvernig ég ætla að nýta mér þá þekkingu, en ég veit þetta þó, ég hlýt að geta fundið leið og ég var kannski vanar að kaupa fyrir einhverjar svolítið miklar tölur, hann svona kringu 2001 og svo var þetta allt í norðuði miklu lægri tölur og ég var fyrst svona mjög demotiveraður með það, bara svona veist, ég get keypt fyrir 30.000 krónur þessi mánaðamóti eða 50.000 krónur og ég bara svona, og alla tekur í, svo hugsaði ég veit hvernig ég ætla að móta ég ætla að margvalda allt með 10 í hausnum, þannig að þegar ég setja 30 skall þá er ég að kaupa, þá er líka 300 skall, þegar ég setja 50 skall og þá fann ég svona, þú veist, svo bara teki bara hann 1 mánuð í einu og svo hann geti tekið meira og svo eitthvað allt í einu byrjaði það bara að spilast vel út og tíminn leið og þú veist og þess að segja sko og þá bara svona elur þetta á ykkur svona þolinmæði auðmýkt líka því að ég fatta án þess að ég hafði hugmynd það ég þurfti að klessa svolítið á vegg til að átta bara djöfull var ég orðinn hrokafullur 2021, ég var ekki meðvitaður að vera það og ég var aldrei hroki var alltaf verið einn mesti löstur sem ég hef bara fundið í manli og alinn bara þannig upp bara, þú vilt aldrei skiluru, en svo fattaði ég bara, þú veist, ég var ekki hrokafullur kannski samskiptu annað fólk eða eitthvað, en ég var hrokafullur bara hvernig ég hugsaði hlutina, skiluru, allt innu bara ekki lengur virðingu fyrir einhverjum fjármunum, sko, sem ég hafði aflað, þú veist, að ég var með einhverjum hugmyndir að ég væri að fara að eignast miklu meiri fjármuni og svo okkur setja upp með bara bara markaðarinn, að ég var 100% að Bitcoin var að fara yfir $100 2001, sko svo 69 topunum fór bara niður þannig að, ég vildi bara koma svona með þennan punkt inn í þetta sko, að, þú veist, þetta líka þetta ekki bara þetta samfélagslega svona, góð áhrif sem Bitcoin hefur, heldur líka á einstaklingin, sko ekki bara það að sem sagt velsældans fjárhagslega velsældans aukist, heldur ég vil líka algjörlega meina að þetta elur á dygðum en maður þarf að hafa fyrir það, því ég var að sé vinnum sem hafa engaged í þessu spacei sem mitt bara náðu ekki konseptinu eins og ég segi, margir voru bara ég fer þá bara núna í hardcore meme coins bara endurlega, ég var að segja bara ég veit að þetta frustrerandi að vera í þessari stöðu, ég var líki inni en þú veist, þegar ég sagði Bitcoin leiðin verður svo kannski hinu rammið allt bara gott og blessa skiluru, en Bitcoin leiðin sko. Haldaði róluðum þar sko. En þetta búið að vera ótrúlega mér langar kannski aðeins að spyrja sko, það sem mér finnst svona áhugavert, skal ég segja ég veldi aldrei lesi mörg komment á fjármálatips og þegar það kom hana fréttin Ísland í dag mitt. Og mér finnst alltaf bara gaman að
svona að pæla í þessu og ég vildi aldrei meina að það segi rosa mikið fólk þegar einhver rýður á vaði sko, tekur á skari með eitthvað ákvörun, þar sem þú ert einmitt ekkert að skaða neitt, þú ert bara að gera eitthvað þú ert bara að segja, hei, ég er hugrakkur, ég er að kýla á þetta og mjög margir voru náttúrulega bara gott hjá honum djöfull finnst mér þetta geggjað og maður talaði margir sem voru bara djöfull finnst mér þetta bara eitthvað þessi gaur er bara svona hann er bara frjáls, hann er hugrakkur það er eitthvað bara svona svaka power í þessu svo er sumir og það var engin skortur heima fjármáltip sem maður finnur bara þetta fer gríðarlega í tauganar á þeim að bara einhver maður út í bæ sé að lifa lífi sínu með þessum hætti og hvað, þú veist hvernig er að vera í þeirri stöðu að nú get ég sagt þér það er alveg þó nokkrir viðskiptavinir sem hafa gert sam og þú er það eini samt sem hefur opinberaða sko og hvernig er að díla við alla þessa orku skilurðu? Það er bara mér finnst það mjög áhugavert að ég skuli vera settur í þessu stöðu að vera svona opinber persóna að þurfa að tjá mig opinberlega og vera ekki einhver huldumæður sko. Eina sem þú raunlega byrjar að gera þú bara sagðir þetta á hérna Twitter skilur, bara hendir því inn og svo spinnst upp þessi svaka umræða. Já, síðan gerist þetta og ég meina ég er svona á öllum sem lífsmýs að því að hugmyndina sem ég stend fyrir eru, þú veist, þær eru ekki út ekki að heyra RÚV tala um þetta sko. Þetta er ekki mainstream, eða þú veist, þetta er ekki venjulegt talað inn á venjulegum kaffistofum út allan heim og allir sammála og frænkuinnar og allir skilja þetta sko. Ég tekur það er einn góð maður á RÚV sem ég þekki sem hefur nokkur sem vakið athygli á rammyndum og vilja taka en ég er sammála svona heilt yfir ef maður ekki upplefa mikla löngun. Nei, og líka bara út fyrir rammyndirnar bara fegur, frelsi, hugrekki, húmor skilur, ég tek lífin ekki alvarlega sko. Þú veist, ég bara veit að allt sem að gerist á að gerast og ég segja sem ég vil og ég gera sem ég vil og það tók mig tíma að vinna mér inn þetta frelsi sko. Það tók mig alveg langan tíma sko og núna er ég bara svolítið að njóta þess að ég sé endalaust sé mikið að sé á TikTok ég fæ rosalega mikið að kommentum þar skilur og fæ rosalega mikið að fólki sem að fílar ekki það sem ég stend fyrir og ég bara með það svo skýrt í hjarta mínu hver ég er og hvað ég stend fyrir og hvað mitt identity er og það er svo secure og ég veit að svo djúft inn í hjartara mínu að allt skoðanir allra annar á því hvort sem það eru sko jákvæðar eða neikvæðar kemur mér bara ekki við sko. Og ég veit líka hvernig ég á að hlusta á skilur. Ég er líka meðvitaður það að þú veist ég er að stefna hátt og ég er með stór markmið og segjum sem svo að Bjöggi Tór eða Laufey eða Björk myndi fara að kommenta á mér og segja, hei, ekki gera þetta. Ándi ég hlusta, sko. Ég er ekkert að fara að hlusta á heitt lið, sko. Ég er ekkert að fara að hlusta á eitthvað lið út í bæ, sko. Það sem mér finnst bara eitthvað svo magna, nú hef ég er ekki búin að fylgjast með lengi og ég er til dæla nýkomin á TikTok og við byrjum að auglýsa á TikTok og myndkaupum fyrir ekki svo lengur síðan og að fá mig TikTok og þá sjá ég slatta myndbundum hjá þér. Og mér, þú veist, eina sem ég sé koma frá, svo hlusta ég á þetta viðtal við Sölva, er að ekkert, sko meiri segja að þó væri mjög metnaðarfullur að túlka á okkur neikvæðan hátt, þá fullir ég bara ekkert í þínum boðskap, þínum málflutningi, þinni birtingarmyndi að tjáningu er nein aðför að neinum öðrum. Og þá finnst mér bara eitthvað svo, ég er kannski bara eitthvað svona ég veit ekki lengur í takti við, þú veist, samfélagi eins og ég var kannski fyrir 10, ég veit ekki hvað það er, en ég bara að ég get alveg skilið eitthvað bara finnist þú hallarislegur eða þreytandi eða hvað það er skilur, ég segi þetta, ég var að segja konuna, sko, hvað er maður komið núna þegar maður nú er 36 ára fjölskyldum, maður sagðist, munum að vera á mínum aldri núna og kannski þegar ég var 20 ára, mér er alveg sama ykkur finnst ég vera hallarislegur eða asnalegur eða leiðinlegur. Ég myndi taka pinnari mér ef eitthvað myndi segja bara ég væri vondur eða ég væri óheiðarlegur eða hvað er, það myndist mér en þú veist þegar maður tvítur skilur þá var maður svona, já fyrst ekki öruglega fólki vera cool eða hvað er skilur en mér finnst þetta bara eitthvað áhverjandi við þetta, er það bara ok þú veist, af hverju getur ekki bara
hort á mann svo Bergþór Másson, ok, og hann að tala að læsa inn og kaupa bitcoin eða hvað skilurðu, og bara ef þið finnst það hallærislegt, ok, pældi í ykkur öðru. Af hverju finnur fólk þess að ríku þörf og maður fann alveg bara nánast bara gnistran tanna hjá kommentunum sem við á Facebook, þessi bara var nánast bara, þessi maður verður bara að hætta við þessu ákvörðun og tilkynna það til að mér líði eitthvað betur með sjálfan mig. Akkurat. Finnst þér þetta ekki magnað? Jú, þetta mjög áhugavert hvað fólk festist í einhverjum svona rosalegum pælingum hvernig heimurinn eigi að vera, sko. Og ég mjög meðvitaður það að fólk allir á mismunandi staða á sinni vegferð, sko. Og sumum finnst það mjög eðlilegt að ráðast á einhvern annan, sko. Þau bara í þannig fjölskyldum, þau í þannig vinahópum, þau í þannig kúltúr að þeim finnst það bara mjög venjulegt að segja þetta fucking hálfviti, þetta ógeð og þú veist, ég ekki þar, sko. Nei, ég bara, en ég meðvitaður að þetta staðan í rauninu töluverður meirihluta samfélagsins, af því að auðvitað það þannig ef að þú hefur aldrei fengið pásu til þess að pæla hver þú hvað þú vilt gera. Þú bara einhvern veginn varst tekin inn í skólakerfið, þú varst alveg bældur, þú varst tekin í burtu frá innsæðinu, frá draumuniðinum, síðan fer í háskóla, síðan fann einhverja konu og þeir eru komin í eitthvað ömurlegt og það allt bara eitthvað sökkað og bara alveg algjört vonleysi og þú sér enga leið út úr þessu. Það vantarlega bara að ferða að heita á eitthvað gaur eins og mig, skilur? Það vantarlega kemur einhver gaur eins og ég og allt sem ég stend fyrir minni þig á þetta á hverja meina þessi degi og þá auðveldasta leiðin að segja bara að þetta fucking hálfviti og hann vondur og hann hitt að þetta, sko. En ég læta ekki trufla mig af því að ég veit líka hvaða leik ég að spila, sko. Ég að spila, ég í viðskiptum og ég í listum og það ekki zero sum, sko. Það geta allir unnið. Þetta ekki pólitík, sko. Pólitík zero sum, sko. Til þess að ég vinni þar einhver annar að tapa ef ég í pólitík, sko. Og ég mjög þakkláttur að vera ekki að spila hann leik, sko. Ég veit að ég get unnið og allt Ísland getur unnið, sko. Það nóg til fyrir alla, sko. Þú veist, minn sigur þýðir ekki að neitt annar tapi, sko. Nei, það fallegt. Sko, mér langar pínu að við lokum þessu aðeins á pælingum hvað það sem vakir fyrir þér. Nú ég gef mér það að þú ert með long term vision en hvað ég bara forvitin, þú veist þú ert greinilega augljóslega búin að laðast að þessu og þú ert búin að lesa Bitcoin Standard, það nefnilega ég gleymi mér þetta núna, þetta er síðasta hlaðvarpið þessu mánuð, það alltaf bókahorn og ég ætla að koma með eintak af Bitcoin Standard því það bók það bók mánaðarins. Ég var svona áttam að ég var búin að gefa öll mín eintök, ég fór á skrifstofuna, við vorum búin að gefa öll okkar eintök, ég spurði strákana, þeir eru líka búin að gefa, þannig að það eitthvað svona, og ég það mikið það eitthvað fallegt, það eitthvað við Bitcoin communityið, að þú veist, ég búin að lesa þessa bók og fyrst einmitt Bitcoin standardina sem ég fekk það var að Patrik og framkvæmdastjóri myndkum að hann gaf mér sína bók, sko, og svo, þú veist, en það bók mánaðar, það Bitcoin Standard, svo reyndar bók nummer 2 þar eftir sama höfund sem heitir Fiat Standard og mér það ekki síðri lesning líka, sko. Já, hann eftir. Já, það þetta krönsa, sko, að því Bitcoin lausnin, Fiat vandamálið og maður verður náttúrulega líka að kunna ákveðin skil á vandamálinn til að vita af hverju meikar lausnin sen, sko. Þannig að Bitcoin Standard, það bók mánaðarins, þetta bókin sem svona þetta Bitcoin 101 bókin og mér mjög sko, mér svo gott þessa bók, mér svo mikilvægt að bækur byrji dálítið skemmtilega það finnst mér mjög mikilvægt til að það ná manni og hún byrja svo skemmtilega bara fara í peningasögun að þú ert ekkert maður heldur fyrst kannski að maður sé að fara að lesa eitthvað svaka technical, bara alveg beint í eitthvað deep dive á því, en bara byrjar á Rhinestones og einu manstu hringlaða stóru steinanir og svona alls konar skemmtilegar sögur bara og svona pælingar, þannig að Bitcoin Standard mælum með því en Bergþór, mér langar að vita hvað það sem vakir fyrir þér með Bitcoin, þú ert búin að laðast að þessu konsepti, en hvað er planið hjá þér? Stór spurning, ég veit það og ég veit það í mótun, ég get ekki svarað þessu algjörlega fyrir sjálfa mig, en mér langar að spyrja því samt. Planið bara að vakna á hverju með þessu degi, þakklátur, sáttur og fer af stað í daginn með skýrt vision, skýr markmið fyrir daginn, skýr markmið fyrir vikuna, markmið fyrir mánuðin, veit alltaf hvað ég að gera
held áfram að byggja upp mitt fyrirtæki og mitt líf og tek 15% af öllum pening sem að kemur inn, skelli því í Bitcoin. Vel gert, já. Dæli því inn þangað, hægt og rólega, meira og treysti því að síðan þegar að þetta búið að rétta sig af og við erum komin inn í þessa blómatíð sem ég spái fyrir, sem ég finn bara í hjarta mínu og sé að fara að gerast, að þá verði Bitcoin komið upp í hvað sem var svo sem verður. Saifedean Ammous, hann höfundur Bitcoin Standard, hann segir þetta muni enda í $10 milljónum þegar við erum komin á Bitcoin Standard. Og hvort sem að það sé eftir 10 ára eða 15 ára eða hvað sem er, þá er mann að gera ráð fyrir miklum auðæfum. Já, einmitt, ég grípa á mig bara, ég kom svo sterkt til mín, þú verður, sko þessi þáttur sem takur núna, hann verður birtur á laugardaginn eftir viku. Á morgun þáttur Lars Minkubæk, ég lofa því þetta var mjög gaman á honum, það hann Víkingur Hauksson sem hefur komið áður og sá þáttur hér nokkuð svona Bitcoin 101 eða hvað Bitcoin og sem er gott líka svona Bitcoin standard koncept, en nú kom hann með og það var líka svona, þá var ég svolítið að læra svona dálítið nýja hluti og ég hafði eitthvað heyrt að hann að tala sem sagt, hvernig Bitcoin, sem var svona revelation fyrir honum, þetta sko maður búin að vera ég held að sé búin að vera 8 ár í Bitcoin, 9 ár, ég held að sé búin að vera 2016, hvernig Bitcoin að vaksa, verða á Bitcoin að þróast samkvæmt veldislögmáli og þetta ótrúlega áhugaverðar pælingar. Ég get sko lofa því að þú munt læra mikið og sérstaklega maður komið með mikið steik í Bitcoin, þá þetta eiginlega hann og hann mitt sagði það sko bara, ég hafði kynst þessu 2021, hunsaði þetta að því ég var svo búlís að þetta væri bara að ég mitt að fara einhverja fáránlegar tölur sko, ef maður hefði fylgt þessu, þá hefði maður vitað nokkuð veginn að þetta var komið allt og hátt annað 69 úr 2021. Akkurat. Og núna, þetta svona fair value ás og svolítið magna, nú held í Bitcoin einmitt eitthvað 109.000 og fair value á Bitcoin alveg ákveðat 109 núna. Já. Og konstant eitthvað þá leiði mann rétt að það tekur þegar Bitcoin tvöfaldar tíman af existence sem það hefur verið til, þá 55-faldast verðið. Myndi þá þýða það að hann er galinn vöxtur til að byrja með, þú ert að vissulega með diminishing returns, en þá sé þetta eitthvað þannig að 2041 eða svo, þá erum við að tala sko eitthvað $7 milljón að Bitcoin eða eitthvað og þá sagði þess að þetta var ná $1 milljón eitthvað kringum 2032-2033 og þetta nóta minna, þetta sjálfsögðu engin heilagur sannleikur sem hann að kemur fram, en þetta mjög áhugavert og hann færi mjög áhuga rök fyrir af hverju þetta eitthvað sem maður þarf alltaf að kunna skila og taka afstöðu til. Já, Bergþór, þetta búið að vera ótrúlega gaman eins og ég vissi að spjalla við þig og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þetta spjall. Takk sem leiðis. Og ég óska þér allsins besta í bæði þessari Bitcoin-vegferð og allri annari vegferð sem þú tekur fyrir höndum og bara býðir officially bara velkomin í þetta Bitcoin-samfélag. Já, takk fyrir það. Það er gaman að vera komin. Ég bara finn fyrir mikill gleði og miklum stuðning út allt. Allir sem eru tjúnaðir inn á þetta eru bara einhverja snillingar. Það er enginn sem er búin að fatta Bitcoin svona snemma sem er eitthvað neikvæð og leðileg manneskja. Það er bara sannkalla pepp í gangi Þannig að takk kærlega fyrir að bjóða mér. Gaman að heyra og takk sem leiðis kæra hlustundur, ég þakka ykkur fyrir samfylgdina. Þangað til næst verið sæl.